önnur byrjun. Aðrar hendur annað hús, önnur orð og aðrar ástir, önnur allot annar blús. Ó, c'est la vie, þú ert í mér, hvar sem ég sé þig ég í Þú ert dúfarauð á torgi og trúður út úr og þú ert elskuginn í garði og gleði spila með. Önnur orð og hús, aðrar hendur, annar vin og blús og önnur von. Wanna be Kæru útskriftarnemar, innilega til hamingju með daginn. Í dag fer fram útskriftarathöfn hérna frá Keili í beinu streymi og vil ég bjóða ykkur öll hjartanlega velkomin að skjánum. Jóhann Friðrik heiti ég og framkvæmdastjóri Keilis og mun ég stjórna athöfn hér í dag. Við byrjuðum á að hlýða á ljúfa tóna Fríðu Dísar Guðmundsdóttur við undirleik Smára Guðmundssonar og munu þau einnig flytja okkur lag hér í lok athafnar. Í dag útskrifast frá Keili nemendur frá Háskólabrú, Heilsuakademíu og við munum njóta þessar stundar saman með því að minnast þess sem að liðið er. Og það er vert að minnast sérstaklega á það. Á þessum tímamótum útskrifum við rétt tæplega 60 manns, en allt í allt hafa 4.000 manns útskrifast frá Keili frá upphafi. Nýliðið ár hefur verið lengi að líða og það verður lengi í minnum haft. En fyrir ykkur, kæru útskriftarnemar, markar útskriftin svo sannarlega upphafið að spennandi tækifærum á nýju ári. Í dag er ykkar dagur og við gleðjumst yfir dugnað ykkar og erum stolt yfir því að hafa fengið að vera partur af þessu ferðalagi ykkar menntaveginn. Hverjum hefði getað látið sér detta í hug? Það er áskoranir sem við höfum gengið í gegnum saman á undanförnu ári. Fyrir mörg ykkar var það ekki auðvelt ákvörðun að hefja nám að nýju og jafnvel verulegt átak og að þurfa svo að aðlaga sig að breyttum veruleika
sýnir hver best þá þrautsegju sem í ykkur býr. Þegar árin líða og þið hugsið tilbaka, það mín von að þessi tími, þrátt fyrir allt, hafi verið ánægjulegur hér hjá okkur í Keili. Það hlutverk skólans að vera leiðandi á sviði námstækni og framþróunar í námi. Veita persónlega þjónustu, tryggja faglega námsframvindu og efla trú nemenda okkar á sjálfan sig. En Keilir líka fjölbreyttur og skemmtilegur vinnustaður. Þar sem lögð áhersla á að styrkleikar hvers og eins starfsmanns fá að njóta sín. Ég vil því nota þetta tækifæri til þess að þakka okkar fórnfúsa starfsfólki af öllu hjarta fyrir samheldnina á liðnu ári. Bjartsýni þeirra, geta og vilji til þess að bregðast skjótt við áskorunum í skólastarfi vegna heimsfaraldurs hefur tryggt nær hnökralausa starfsemi Keilis í gegnum COVID, nemendum okkar og samfélaginu til heilla. Kæru útskriftarnemar og áhorfendur. Nú á fyrstu dögum nýs árs velja margir að setja sér markmið og velta fyrir sér hvað í lífinu má betur fara. Margir byrja á virkri hreyfingu, velja sér jafnvel nýtt mataræði eða strengja þess heit að hætta einhverjum ósóma sem búinn að skjóta rótum. Allt þetta góðra gjalda vert, enda viljum við flest þroskast og taka breytingum til hins betra á okkar lífsleið. Eitt það sem vonandi við höfum lært af reynslunni á síðustu mánuðum og það mikilvægi samveru, samkenndar og félagslegra tengsla. Við búum í samfélagi sem reiðir sig á stuðning og samvinnu. Það oft sagt að á Íslandi þekki allir alla. Í erlendum rannsóknum kemur fram að samfélagsleg einangrun raunverulegt vandamál og einn helsti áhrifaþáttur í lífslíkum okkar. Það að eiga ekki í virkum samskiptum við fólk hefur áhrif á alla okkar heilsu. Því eigum við að setja það sem markmið. En hvers vegna það ekki raunin? Kannski tökum við því sem sjálfsagðum hlut að vera í góðum félagslegum samskiptum og þess vegna sé það óþarft að setja það sem sérstakt markmið. En með aukinni tækninótkun og þar með nýjum leiðum til tjáskipta tel ég mikilvægt að huga sérstaklega þessum þætti í heilsu okkar. Frá örófi alda höfum við Íslendingar lagt mikið upp úr samveru og samskiptum. Í Hávamálum konungsbókar Eddukvæða segir: Ungur var ég forðum, fór ég einn saman, þá varð ég villu vega. Auðugur þóttumst, ég annan fann, maður manns gaman. Maður manns gaman. Gaman í þessu samhengi merkir gleði, ánægja og samvera. Ánægjan sem fylgir því að vera ekki einn á ferð, heldur hafa einhvern sér til halds og trausts, til þess að deila gleði og sorgum, til þess að deila ást og umhyggju. Já, kórónuveirufaraldurinn hefur kennt okkur margt og þann lærdóm þurfum við að nýta okkur inn í framtíðina. Það sem við þekkjum nú betur, mikilvægi samfélagslegra tengsla. Hvernig væri því að setja það á markmiðalistan á nýju ári? Til að byrja með gætum við til að mynda hringt í gamlan vin, endurnýjað kynni við skemmtilegt fólk. Það væri gott að heyra oftar í mömmu og ömmu eða verja meiri tíma með þeim sem okkur þykir vænt um. Það mín bjargfasta trú að með hjálp læknavísindanna náum við að komast í gegnum storminn og getum lifað eðlilegu lífi fyrr en seinna. Gleymum þó ekki þeim tíma þegar boð og bönn settu okkur skorður
Tökum því ekki sem sjálfsagðum hlut, heldur leggjum okkur fram við að fjölga góðum stundum í góðra vina hópi. Fátt er manni betra veganesti á lífsleiðinni en kærleikurinn. En við hvorki getum veitt kærleika né notið hans, nema í návist og samskiptum þar sem traust ríkir á milli fólks. Því vill ég segja, kæru útskriftarnemar, takk fyrir að treysta okkur hjá Keili fyrir ykkar menntun, því framtíðin hún er svo sannarlega ykkar. Ég vil bjóða Berglindi Kristjánsdóttur, forstöðukonu Háskólaseturs, velkomna hér upp á svið og mun hún nú stýra útskrift frá Háskólabrú Keilis. Takk. Komið sæl. Ég vil byrja á því að óska öllum útskriftarnemum innilega til hamingju með daginn. Í dag eru 58 nemendur að útskrifast af 4 deildum háskólabrúar. Heildarfjöldi útskrifaðra af háskólabrú eru því orðnir 2099 nemendur frá upphafi. Í þessum hópi eru metnaðarfullir, þrautsegir og lífsreyndir nemendur sem hafa lagt sitt af mörkum til námsins og vita hvert þeir vilja stefna. Að vinna með slíkum nemendahópi eru forréttindi og erum við þakklátt fyrir að hafa fengið að taka þátt í þeirra námsferli. Ekki get ég annað en minnst á þá fordæmalausu tíma sem við höfum upplifað frá því í vor og erum enn að búa við í þessari útskrift. En þrátt fyrir lokun skólabyggingarinnar og breytt fyrirkomulag á kennslustundum og námsmati, þá hafa nemendur og kennarar haldið ótrauðir áfram. Þessi hópur lét ekkert stöðva sig og fann lausnir þegar þess var þörf. Ég vil þakka öllu starfsfólki Keilis fyrir þeirra framlag síðasta skólár. Þá sérstaklega kennurum Háskólabrúar fyrir fagleg vinnubrögð og metnað þeirra í starfi sem hefur verið eftirtektarverður á tímum veirunar umtöluðu. Það er ómetanlegt að hafa slíkan mannauð og verður framlag þeirra seint full þakkað. Í dag kveðjum við 2 kennara af Háskólabrú, þær Kolbrúnu Björk Sveinsdóttur og Guðbjörgu Jónsdóttur. Ég vil nota tækifærið og þakka þeim fyrir farsæl störf í þágu Keilis og fyrir einstaklega gott samstarf. Jafnframt óska ég þeim allsins besta á nýjum vettvangi. Kæru útskriftarnemendur, innilegar þakkir fyrir að velja Háskólabrú Keilis og treysta okkur fyrir ykkar námi. Okkar von er að þið mætið í næstu verkefni með fulla verkfærakistu af hæfni, færni og þekkingu og séu tilbúin fyrir enn frekari áskoranir. En gleymið ekki að njóta. Þetta er ykkar uppskýruhátíð, staldrið við og takið inn allt það jákvæða sem streymir ykkur í dag. Þið eigið það sannarlega skilið. Ég vil að lokum óska ykkur allsins besta í framtíðinni og vona að tíminn ykkar á Háskólabrú hafi verið ánægjulegur og gefandi. En þá ætlum við að hefja útskriftina og ég mun lesa upp nöfn þeirra sem útskrifast hér í dag á Háskólabrú og við byrjum á félagsvísindu lagadeild. Fyrst er Andrea Guðmundsdóttir. Auður Gísladóttir. Ástór Andri Jónsson. Berglind Rós Torfadóttir. Birgitta Ragnheiður Birgisdóttir. Birta María Guðmundsdóttir. Bryndís Kristinsdóttir. Brynjar Steinn Traustason. Katarína Martins Súsa Líma.
Dagrún Antoinette Pettypies. Danielle Ósk Soleminho. Díana Dröfn Benediktsdóttir. Elmar Ágúst Garðarsson. Gerður Petra Ásgeirsdóttir. Guðjón Helgi Guðjónsson. Guðmundur Þorvaldsson. Guðrún Björk Magnúsdóttir. Guðrún Dögg Rúnarsdóttir. Hekla Rut Haugdal Magnúsdóttir. Yngvi Sveinn Eðvarsson. Íris Jakobsdóttir. Íris Lind Verudóttir. Kristinn Frans Stefánsson. Magnús Ingi Ingvarsson. Margrét Gústafsdóttir. Marjana Eva Abelsdóttir. Rúnar Leó Þorvarsson. Snorri Ágústsson. Steinar Páll Steingrímsson. Særún Björg Karlsdóttir. Þórdís Bjarnleifsdóttir. Og þá erum við komin á hugvísindadeild. Karel Tjörfi Ránarsson Reyna. Roberto Posavec. Sara María Jóhannsdóttir. Og þá erum við komin að verk- og raunvísindadeild. Baldur Jónsson. Bjargey Long Kjartansdóttir. Guðlaugur Ingi Ástvaldsson. Hákon Freyr Gíslason. Helena Rut Bergþórsdóttir. Hlöðver Kristinn Árnason. Þóra Júlía Valdemarsdóttir. Og þá erum við komin að viðskipta- og hagfræðideild. Agnes Lilja Guðmundsdóttir. Andrea Malín Bergdísardóttir. Arnrún Björk Kristinsdóttir. Arnþór Örvar Ægisson. Davíð Hjartarson. Einar Karl Héðinsson. Einar Þór Hákonarsson. Guðný Jónsdóttir. Gylfi Geir Albertsson. Jón Valdimar Sævarsson. Jón Þór Jónsson. Klara Ósk Gunnarsdóttir. Kristín Jakobsdóttir. Óskar Marteinn Helgason. Sigríður Maggi Árnadóttir. Steinar Helgi Halldórsson. Og síðust en ekki síst Viktoría Arnarsdóttir. Þá segi ég aftur innilega til hamingju með daginn, kæru útskriftarnemar. Mér langar til að hvetja alla útskriftarnema að deila með okkur og samnemundum þessari gleðistund að heiman, smella mynda sér og merkja keili við færslurnar á samfélagsmiðlum. En þá komið að því að tilkynna hæstu meðalengun vor 2021. Dúksinn að þessu sinni með meðalengun upp á 9,82 og hæsta meðalengun háskólabrúar frá upphafi.
Sá sem hlýtur þessa viðurkenningu fær peningagjöf frá Keili og Arion banka. Dúksinn er Kristinn Frans Stefánsson. Við óskum honum innilega til hamingju með árangurinn. Vaninn hjá okkur hefur verið að fá einn úr hópi útskriftarnema að koma hér upp og tala fyrir hönd hópsins. Þetta árið ákvað að breyta því fyrirkomulagi í ljósi aðstæðna og óskuðum eftir að útskriftarnemar myndu senda okkur nokkur orð námstíma þeirra á Háskólabrú. Við fengum sendar fallegar og einlægar orðsendingar frá stórum hluta nemanda, en hér eru nokkrar af handahófi sem við viljum deila með ykkur í dag. Íris Jakobsdóttir sendi okkur þessa. Ég er virkilega ánægð að hafa valið Keili. Námsfyrirkomulagið er vel sett upp og er frábært að eiga möguleika að klára nám á miðjum aldri. Viðmót starfsfólks og kennara einkennist af mikilli hlýju og velvilja. Þó COVID hafi sett skrítin blæ á námstíman hér, kom það ekki niður á náminu eða kennslunni. Fjarnámið hefur rúllað áfram og er einstaklega vel sett upp, þannig auðvelt er að bjarga sér sjálfur með þetta góða skipulag. Ég kveð Keili með þakklæti og hlýju og mun betra sjálfstraust. Kristinn Frans Stefánsson sendi okkur þessa orðsendingu. Það sem kom á óvart í náminu var að þau fög sem ég var mest kvíðin fyrir enduð á að vera þau skemmtilegustu. Ég vil þakka Gunnari og Gísla fyrir að hafa komið starffræðinni frá sér á skýran og góðan hátt. Eins vil ég þakka Sigrúnu fyrir að hafa gert dönsku áfangan ekki bara fræðandi, heldur mjög skemmtilegan líka. Ég var mjög sáttur með námið og það hefði verið gaman að geta hitt bæði nemendur og kennara meira í persónu, en það verður að bíða betri tíma. Katarína sendi okkur þessa orðsendingu. Besta námsreynsla sem ég hef upplifað. Guðrún Björk Magnúsdóttir sagði þessi orð. Þið eru öll snillingar og Þóra Kristín Snjólfsdóttir er ekstra mikill snillingur. Daniel sendi okkur þessa orðsendingu. Að sækja nám hjá Keili var ein af bestu ákvörðunum sem ég hef tekið. Námið var krefjandi en mjög vel skipulagt, kennararnir og starfsmenn skemmtilegir og hjálpsamir og ég gæti ekki mælt meira með að sækja nám hjá Keili. Særún Björg Karlsdóttir sendi okkur þessa. Starfsfólk og kennarar eru sérstaklega almennileg og ég upplifði engin vandamál, bara lausnir. Mikilvægasta leksía þessa náms var líklega sú að ég uppgötaði að ég gæti lært, því þar lá minn veikleiki. Það er trúnni á sjálfa mig. Það eru margir kennarar sem ég minnast næstu árin, en að öllum öðrum ólöstum þá langar mér sérstaklega að hrósa Gísla Hólmari fyrir ómælda, þolinmæði og einstaklega mikinn metnað fyrir kennslunni. Takk fyrir mig, Keilir. Þórdís Bjarnleifsdóttir sendi okkur þessa orðsendingu. Tíminn í skólanum hefur verið frábær. Kennslan er áhugaverð, ögrandi og krefjandi, þannig að áhugin helst stöðugur. Kennararnir hafa reynst mér vel og hafa ávallt verið til staðar þegar ég hef haft þörf fyrir þá. Námið í Keili hefur reynst valdeflandi og hefur styrkt sjálfstraustið. Kærar þakkir. Að lokum þá var það Yngvi Sveinn Eðvarsson sem sendi okkur þessa orðsendingu. Keilir er fullur af fólki með stóra drauma. Minn draumur hefur ræst. Innilega til hamingju aftur. Innilega til hamingju nemendur á Háskólabrú. Nú vill ég bjóða Arnar Hafsteinsson, forstöðumann Heilsuakademíu, velkomin hér upp og mun hann stýra útskrift frá Heilsuakademíunni. Gjör svo vel, Arnar.
Já, góðan og gleðilegan daginn, kæru útskriftarnemar, starfsfólk Keilis og aðrir áhorfendur. Það er alltaf gaman að útskrifa. Þetta eru frekar litlar og látlausar aftanir sem við bjóðum upp á hér í Keili, smá tónlist og ávörp og afhending útskriftarskírteina. Á þessu sérstöku dögum finnst mér ég alltaf að vera í einu besta starfi í heimi, en ég er nokkuð viss að ég tali einnig fyrir hönd annað starfsfólk Keilis. Að það sé mikil forréttindi að fá að starfa við menntamál og þannig eiga örlítinn þátt í að hafa áhrif á framtíð fólks. En ég held við getum öll samþykkt að menntun er stærsti þátturinn sem við tökum með að stefna lífi okkar fram á við. Og þó svo þessi útskrift sé lok ákveðis áfanga, kæru útskriftarnemendur, þá er annar kafli bara rétt að byrja hjá okkur flestum. Þið eru nú orðnar í kvenkyns tölu, orðnar hluti af stærri virðiskeðju sem nær langt út fyrir veggi skólans. Auk þess að afla ykkur lífsviðurværis, þá munum við leggja til verðmæta vinnu í að viðhalda heilbrigði fóta landsmanna, sem er sannlega undirstaða okkar allra í fyllstu orðsins merkingu. Það var frekar slöpp tilum til þessi brandara, en það er engin viðburður sem ég hef hérna, þannig að þið með að gera like ef ykkur líka þetta. Takk fyrir. Þetta stutta ávarp mitt er eitt stórt takk til ykkur allra. Ég vil þakka ykkur kærlega fyrir að hafa treyst okkur fyrir ykkar framtíð að hluta til. Og sjálfsög vil ég þakka starfsfólki okkar líka fyrir frábær störf, ekki bara kennurum, heldur öllum sem að einhvern hátt komi og snertu þáttöku ykkar í þessu námi síðast árið. En fyrir þá sem ekki þekkja námi þá er þetta 3 annar nám sem er sérhæft námi í fótaaðgerðarfræði á heilbrigðissviði og þær geta síðan þau í framtíðinni þegar karlmennin byrja að mæta geta sótt leyfi hjá landlækni til að reka eigin fótaaðgerðarstofu og starfa við fagið. En við erum að útskrifa okkar 4. hóp fótaaðgerðarfræðingar hjá Keili og það útskrifast 8 nemendur í dag. Og því næsti liði hjá mér er að ég geri eins og Berglind, ég lesi upp nöfn útskriftarnemendana. Og svo fyrsta er hún Arnheiður S. Þorvaldsdóttir, Eva Dögg Sigurðardóttir, Eyrún Erla Sigurgeirsdóttir, Guðfinna Rúnarsdóttir, Heiðrún Rut Unnarsdóttir, Sigrún Björk Stefánsdóttir, Sigrún Gísladóttir Beits og síðast Svala Ástríðardóttir. Og þá er það dúksinn. Fyrir árið 2020 náði dúks þessa skóla árs hæstu meðalengur frá upphafi fótaaðgerðarnáms hér hjá Keili. Einhverjum var 9,5, þannig er ekki mikið rými til að bæta sig, en við gerum ráð fyrir því samt og dúksinn er engin önnur en Arnheiður S. Þorvaldsdóttir og óska ég þér, Arnheiður, innilega til hamingju með þann heiður. Og það er heilsalan Praxis í Skeifunni í Reykjavík og heilsalan Áræði í Lyngás í Garðabæ sem ætla að gefa þér góðar gjafir í tilefni góðs árangurs. En rétt eins og hjá Háskólabrú hér á undan þá verður ekki hægt að flytja nemenda ávarp, en þess í stað fæ ég það skemmtilega hlutverk að lesa upp þá texta fyrir ykkur 20.000 áhorfenda á YouTube sem eru að horfa á þessu útsendingu að þau skilaboð sem nemendur hafa sendt okkur til einu útskriftar. Og Heiðrún Rut, þakkaði kærlega fyrir falleg orð, hún segir stórkostlegt nám og skott er klárlega bestur og svo koma upphrópunarmerki. Eva Dögg sagði frábær tími sem ég átti í Keili og eftir að minnast skólas með þakklæti. Virðingu og gleði og hróslega allra kennara sem kendu mér, en sérstakt hrós fær Skott, því líkur fagmaður og eðalmaður. Fyrir ykkur sem ekki þekkir Skott, þá er þetta rétt, hann er fagmaður og eðalmaður, en hann er yfirkennari námsbrautarinnar. Og Arnheiður S. Þorvaldsdóttir, hún segir það er skrítið að vera að skrifa niður punktum hvernig námið hafi verið í Keili. Mér finnst ég nýbyrjuð, námið var skemmtilegt og krefjandi, og við sérlega heppnað með frábæra kennara. Ég er búinn að eignast góða vinkonur í náminu til lífstíðar sem ég sakna að hitta ekki í staðalótum, en nú tekum við nýr og spennandi tími þar sem ég er búinn að opna mína eigin fótaaðgerðarstofu. Takk fyrir mig, Keilir. Ég ætla að hafa mikið með það, Arnheiður, og takk kærlega sömuleiðis stelpur fyrir falleg orð. Okkar var ánægjan og heiðurinn að fá taka þátt í þessum hluta lífs ykkar, eins og ég nefndi áðan. En mínu hluta er lokið hérna og enn og aftur innilega hafa mikið með daginn og starfsfólk Keilis, takk kærlega fyrir aðstofuna síðast árið.
Kæru útskriftanemar og þeir sem heima sitjið og horfið með. Mér langar sérstaklega að taka fram og veita þakklæti öllu því frábæra fólki sem hefur komið að þessari útsendingu hér í dag. Það er ekki venjan hjá okkur nema bara að hluta til að vera með streymi frá okkar útskriftum. Venjan er svo að þær fari fram í hljómahöll. En við að sjálfsögðu tilengum okkur nýjungarnar og við vonum að þið, kæru útskriftanemar og ykkar aðstandendur, hafi notið stundarinnar með okkur. Fyrir hönd okkar allra hjá Keili viljum við aftur óska ykkur innilega til hamingju með daginn. Við byrjum þessa hátíðlegu útskrift á tónlist og því er það viðeigandi að enda hana á sama hátt. Að lokum vil ég segja þetta. Gangi ykkur öllum sem allra best í framtíðinni og dyr Keilis verða ykkur alltaf opnar. Takk fyrir. Hvort fann ég þig eða tímann, varlaust að líman, og ég held ég hafi aldrei áður komið mér í slíkan lás, því ég ann þér, megi þér glíman, giskin við síman, verða hugrenningi góð eða hljóði svo þú verðir hás. En ég veit að þó við séum eins á litin, er veröld okkar sundur slitin. Á baki þínu stendur að þú búist við að kveðja mig, og ég veit að hjarta mitt að er í miði, verulega sárt og sviðið og klofið eins og kilja, þó ég myndi kannski vilja að mér ljáist að skilja þig. Hvort fann ég þig eða tíma til þess að glíma við heimskulegar aðstæður sem enda þar til verð ég lens. Hef ég nær þér nokkru sinn verið, og hvað sem þér gerir, þá er höfuðið að veði þótt þú fáir alltaf annan séns. En ég veit að þó við séum eins á litin, er veröld okkar sundur slitin. Á baki þínu stendur að þú búist við að kveðja mig, og ég veit að ennþá mun ég þurfa að bíða, strjúka enni mitt og svíða. Og þó að ég sé hjálmur, þá er þessi litli sálmur alveg sérstaklega til þín. Til þín, til þín, til þín. Til hamingju.